Velkomin í þennan nýja þátt sem heitir Kaffistofan og hann, markmið þáttarins að fjalla bara alfarið afkomu, kjör, réttindi, líf og líðan launafólks í landinu. Og þetta engin smá her, vegna þess að það 200.000 manns á vinnumarkaði. Sem sagt, launafólk 200.000 manna her. Þannig að þetta eru gríðarlegir hagsmunir og það svo margt sem þarf að skoða, margir angar á þessu máli. Og það nefnilega gaman að segja frá því að það það sem allir eiginlega nánast sem tilheyra hópi launafólks eiga sameiginlegt og hvað það? Jú, þeir hafa aðgang að kaffistofu. Og þess vegna fannst mér þetta náttúrulega algjörlega tilvalið að skýra þennan þátt kaffistofuna. Svo annað sem að nánast allt launafólk á sameiginlegt og það í stéttarfélagi. Í 90% allra þeirra sem eru á vinnumarkaði eru í stéttarfélagi eða svona nokkurn veginn. Það náttúrulega heimsmet og mjög bara alveg frábært og til þess að opna þennan fyrsta þátt þá fannst mér alveg að hæfi að bjóða hingað vonarstjörnum íslenskra verkalýðshreyfingar eins og mér finnst það allavega og svona fólk sem að boða nýja tíma í starfi verkalýðshreyfingarinnar og þetta að sjálfsögðu Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Ragnar, þú sagðir fyrir löngu að þú hefur áhuga að þétta raðirnar í verkalýðshreyfingunni, komst aftur inn í forystuna og tókst við embætti 3. varaforseta. Þetta svona stór orð og vil langar að eiginlega spyrja þig, hvað í uppsiglingu? Já, það sem náttúrulega að gerast núna að við erum bara að þétta raðirnar og það öllum mjög alvara með því að reyna að stilla saman strengi hreyfingarinnar fyrir, átökin framundan sem að snúa þá fyrst og fremst í því að verja hag fólksins og okkar félagsmanna, almennings í landinu þegar að við göngum í gegnum svona miklar hamfarir, efnahagslegar hamfarir sem við erum að ganga í gegnum. Og það liggur alveg fyrir að svona tímar eru kjörtímar fyrir sérhagsmunaöfl, peningaöflin til þess að sópa til sín enn meiri auð, auka enn meiri misskiptingu og það hefur bara aldrei verið eins mikilvægt eins og einmitt núna fyrir hreyfinguna að koma fram sem öflug heild og eins og sé að þetta raðirnar taka skref tilbaka og reyna eftir fremsta megni að svona kannski kannski vill ekki flokka það sem einhverja deilur eða klofning, heldur bara að við erum lifandi, það er lífsmark með hreyfingunni, við erum öflug aðildarfélög sem að síðan byggja saman alþýðusambandið og við erum bara þannig gerð að við sættum okkur ekkert við einhverja málamiðlanir, við erum ekki eins og stjórnmálin að þinna okkur út niður ekki neitt eða finna einhvern samnefnara sem bara svo lár að allir einhvern veginn treysta sér til þess að stíga yfir hann. Þannig að þetta bara eins og ég segi, við erum bara, það bara mikil tilfinning og mikil skap í hreyfingunni og sem bara endurspeglar í því að nú vita allir hver verkalýðshreyfingin og hún hefur stóraukið trúveruleika sinn gagnvart fólkinu, hún að mælast mjög hátt í trausti, það sem hún gerði ekki áður og ég veit að þegar ég kom inn í þetta fyrst árið 2009 og þá hafði ég lengi litið á verkalýðshreyfinguna sem svona sumarbústaða orlofsfélag einhvern veginn. En ég held að það sé óhætt að segja það sé ekki það fyrsta sem fólki dettur í dag. Já, en það samt sem áður þannig að ennþá ekki hægt að segja annað en að verkalýðshreyfingin sé alltaf í vörn. Það alltaf talað að verja kjörin, verja hagsmunna, eitthvað hefur maður heyrt ykkur nefna að fara í sókn, en
það liggur ekkert í hendi, maður veit ekkert hvað þið að tala þegar sko, hvernig þið ætla að fara í sókn. Sólveig, hvernig sér þú fyrir þér að verkalýðshreyfingin geti sótt fram í staðinn fyrir að vera alltaf í vörninni? Já, ég myndi nú segja að Efling hafi til dæmis allan síðasta vetur ekki gert neitt annað heldur en að vera í stórkostlegri sókn. Þar sem að við fórum í mjög markvissa og á endanum árangursríka baráttu fyrir því að fá það sem við köllum hérna svona leiðrétting og endurmat á sögulega vanmetnum kvennastörfum. Við beittum verkfallsvopninu algjörlega hérna bara mjög markvisst. Við vorum í 6 vikna verkfalli í Reykjavíkurborg, verkfalli sem að hérna enginn trúði því að við myndum fara í. Við vorum sameinuð í þeirri baráttu, við fórum 2 svar í verkfall við sveitarfélögin. Við fórum í 2 verkfallskosningar þar, við hérna gáfumst ekki upp þrátt fyrir að heimsfaraldur korónavírusins væri komin til Íslands og að það væri ótrúlega brútal og mikil pressa á okkur að hérna einhvern veginn bakka og láta undan, þá gerðum við það ekki. Þannig að félag eins og Efling hefur farið úr því að vera hérna einhvern veginn svona sofandi risi yfir í það að vera herskátt verkalýðsfélag vinnandi fólk sem er tilbúið til þess að nota þau vopn sem að hérna okkur hugnast að nota og svo framvegis. Þannig að ég get nú ekki annað en sagt að við séum í mjög markvissri og stöðugri sókn, en auðvitað hérna bara íslenskt samfélag þannig byggt upp að við erum að koma undan mjög hérna löngu tímabili verkalýðsbaráttu sem að var í raun lítil barátta, þar sem að svona stéttasamvinna var hérna einhvern veginn svona skipan dagsins, þar sem að nálgunin var sú að það væri hægt einhvern veginn að reikna út hvað ætti að koma til skiptana, bara setja það upp í Excel-skjali og að fólk ætti svo bara taka við því sem að því væri þar úthlutað, og það var auðvitað sérstaklega og fyrst og fremst hlutverk lægslaunaðasta fólksins neðst í hérna hierarkíunni að taka við þeim hérna útreiknuðu prósentum sem að þar voru uppfundin. En við höfum breytt þessu, við erum ekki lengur á þessum stað, þannig að hérna já, það tekur tíma. Þið eru ekki lengur á þessum stað. Það sem mér finnst eins og það svo óljóst, við vitum og fylgst með sko svona aðferðum Eflingar sem hafa vakið athygli og eins líka svona málflutningur ykkar þar sem að þið viljið sækja fram. En sko ég átta mig ekki alveg á því, Ragnar, til dæmis, þú vilt sækja fram og fara í sóknina. Ég veit ekki hvað þú átt fyrir. Hvernig sér það fyrir þér? Þú veist, hvað vilt þú segja við launafólk? Þú segir, ok, við viljum sækja fram fyrir hönd launafólks, VR 40.000 félagsmenn. Hvernig ætlar að gera það? Sko, eins og þegar ég talaði áðan ákveðna varnarbaráttu, þá felst í því mikil sókn. Við sóttum mjög harkalega fram eins og með lífskjarasamningnum sem við gerðum, svona fyrsti stóri kjarasamningurinn Eflingar og VR saman, og við sóttum fram með þannig samning sem að fóru fyrst og fremst í það að verja lífskjör og sækja lífskjör, raunverulega kjarabætur handa okkar félagsmönnum, bæði í lækkandi kostnaði við að lifa og sömuleiðis í krónutölformi. Já, býtu, Ragnar, ég var að tala um framtíðina, ég er ekki að tala um það sem þið eru búin að gera. Nei, það sem ég er að fara að segja, þú verður þá að leiða mér að klára. Já, okay. Og það sem við höfum síðan verið að gera í að sækja fram, og það er náttúrulega að sækja þau lífskjör til dæmis, það vaxta umhverfi sem við þekkjum til dæmis í kringum okkur á til dæmis Norðurlöndunum. Við erum að sækja fram á ýmsum stöðum varðandi húsnæðismálin,
Við höfum verið að sækja fram, með því að byggja upp bjargíbúðafélag. Við erum að reyna að koma Blæ, nýju leigufélagi af stað og ég hef verið sjálfur að vinna í því á annað ár. Því miður hefur verið barist mjög harkalega gegn þeirri hugmyndafræði og rauninni þeirri vinnu. Og sömuleiðis vorum við að koma hlutdeildarlánunum sem að kemur tekjulágu fólki og jaðarsettu fólki á húsnæðismarkaði inn á húsnæðismarkað með sérstökum stuðningi. Þó svo að okkur hafi tekist að koma því í gegn mjög útþyndu af stjórnarflokkunum að þá var það skref fram á við en þetta svona eitt af fjölmörgum. Við erum til dæmis núna ég að vinna í leiði ég svona vinnu innan Alþýðusambandsins við að grípa fólki sem verður fyrir mesta tekjufallinu. Það að segja hugmyndir sem að við munum vonandi ná að kynna innan skamms. Það að segja aðgerðir til þess að verja fólki. Nú búið að fara í nánast ekkert aðgerðir til þess að verja fyrirtækin. Nú komið á fólkinu og það það sem við erum búin að vera að vinna í núna og teikna upp. Og þetta ekki bara aðgerðir sem við erum að teikna upp til þess að grípa fólki akkurat núna eða styðja við. Við erum að gera þetta fyrst og fremst til þess að teikna upp einhver úrræði sem geta gripið fólk ef að hallar undan fæti ef eitthvað kemur upp og ekki bara núna heldur í nánustu framtíð. Við erum líka að teikna upp aðgerðir sem að snúa að breytingum á vinnumarkaði, þessum tæknibreytingum. Við erum að núna teikna upp bæði frumvarp og stefnur sem snúa því að starfsfólk fái sæti í stjórnum fyrirtækja. Það nóg að gerast hjá okkur. Já, en það sem mig langar aðeins að spyrja og líka tengist þessu sem hefur kannski komið svolítið mikið fram núna í COVID og reyndar, og áður reyndar, en svolítið mikið núna og það það að þegar eru teknar einhverjar ákvarðanir, stjórnvaldsákvarðanir, hvar sem það í kerfinu, þá virðist verkalýðshreyfingin, þrátt fyrir hún sé samanstandi af nánast 200.000 manns, þá hún bara ekkert höfð með nema sem eitthvað svona umsagnaraðili eða eitthvað Og það spurning, hvernig ætlið að breyta þessu, Sólveig? Ég satt bara þess að áttu mig bara ekki alveg á því hvert þú ert að fara með þessu, hvaða svör þú vilt fá frá mér. Við náttúrulega búum í landi þar sem að lýðræðislega kjörin stjórnvöld fara með völd, þar sem að gengi til kosninga og þar sem að lög eru sett á alþingi sem að stýra svo því sem að gert í þessu landi. Ég bara átta mig ekki alveg á því svona hvaða svörum þú ert að leita eftir. Það sem að það umhverfi sem að við störfum inn í auðvitað flókið og erfitt og það má vissulega gagnrýna það mjög og ég hef gert það sjálf hversu svona stofnanavætt vinnu eða hversu stofnanavætt verkalýðshreyfingin en það að stilla því þannig upp að hér sé 200.000 manna hópur á vinnumarkaði og þar með sé einhvern veginn forysta þess hóps komin í þá stöðu að hún eigi og geti einhvern veginn krafist þess að fá sínu framgengt töluvert undarleg uppsetning. Í Alþýðusambandinu eru held ég 130.000 manneskjur. Fjöldi félaga, þar spönnum við svona allt litróf vinnuaflsins, ef ég get orðað það þannig. Þar erum við með félag eins og Eflingu, þar sem innanborðs eru mjög láglaunað verkafólk. Svo erum við með mjög hálaunaða hópa jafnframt innan Alþýðusambandsins. Þannig að innan Alþýðusambandsins sjálfs þá náttúrulega þurfum við að fara fram alls konar umræður og oft málamiðlanir þangað til að forseti Alþýðusambandsins getur svo farið fram með
pólísíur sem að hafa verið samþykktar, svo ertu með önnur samtök launafólks, háskólamenntaðs fólks og það hefur nú því miður verið svoleiðis að hópar innan háskóla menntaða samfélagsins hafa nú ekkert verið eitthvað svona endilega spenntir fyrir því til dæmis að styðja við baráttu lægstlaunaðasta fólksins á íslensku vinnumarkaði. Svo ertu náttúrulega í alþjóðavæddum kapitalisma þar sem að risastórir hópar af vinnuafli fara á milli landa og við erum hér á Íslandi með gríðarlega stóran hóp af aðfluttu fólki sem að hingað hefur komið frá öðrum löndum, þannig að þarna ertu bara komin með risastórt mál sem að enginn græðir neitt á því að reyna að stilla upp einhvern veginn með einhverju svona einhver einfaldri nálgun og láta eins og það sé einhvern veginn hægt að fara fram með einhvern veginn svona einföldum hætti, með einföldum kröfum og að í ljósi þessa mikla fjölda sem að sannarlega ekkert endilega sameinaður og sem sannarlega ekkert alltaf sammála það hvaða aðferðum skuli beita eða fyrir hverju sé verið að berjast, að það sé einhvern veginn hægt að, ég veit ekki, að búa til úr þessu einhverja svona monolíþíska herdeild. Það bara ekki svoleiðis. Þetta bara risastórt og flókið mál. Þannig að þú veist, það verið að berjast fyrir mörgum málum, það verið að vinna í mörgum málum. Ég meina við í Eflingu erum ekki aðeins að reyna að endurvekja mjög markvisst bara svona herskáa stéttabaráttu sem að snýst það að berjast fyrir auknu efnahagslegu réttlæti í lífi vinnandi fólks, heldur erum við jafnframt að reyna eftir bestu getu að umbreyta bara sjálfu félaginu, horfast í augu við það að félagið hafiði ekki sinnt því að búa til pláss fyrir okkar aðfluttu félaga, þjónusta hafiði ekki verið sómasamlega við þennan hóp sem að sannlega greiði til okkar gjöld og svo framvegis og svo framvegis. Já, mér langar aðeins að grípa þarna orðið vegna þess að fyrir okkur sem að stöndum utan við þetta en fylgjum samt nái með, þá finnst mér, ég get náttúrulega bara að tala við og marga sem ég þekki, finnst eins og það hljóti að vera hægt að skapa þannig umhverfi að þegar það eru teknar til dæmis bara á Alþingi í ríkisstjórn eða eitthvað, eða það eru settir á einhverju starfshópar stjórnvalda aðgerðir sem varðar launamenn og launafólk, að það hljóti að vera hægt að setja hlutinu þannig upp og krefjast þess á einhvern hátt að það sé ekki hægt að gera þetta nema með aðkomu fulltrúa stéttarfélagana, eins og ykkar til dæmis eða einhver annara. Hvað segir þú þetta, Ragnar? Er ekki hægt að stefna þessu? Við erum að sjálfsögðu alltaf að reyna að hafa áhrif á pólitíkina og hafa áhrif á þau mál sem eru til umfjöllunar hverju sinni. Við höfum líka verið að þrýsta á fullt af málum sem að bæði á vettvangi ASÍ og síðan líka snúa að kannski þá efndum stjórnvalda, eins og Solla kemur inn á áðan að þetta gríðarlega flókið, þetta mjög stór og oft sundurlitur hópur sem að við förum fyrir. Og eins og ég var ferra, við erum með mjög dreifða félagsmenn bæði í tekjum og menntun og það getur verið snúið fyrir okkur að búa til kröfugerð þar sem að við erum kannski ekki með svona einsleitari hóp eins og mörg önnur félög eru með. En þegar snýr eins og sé á stjórnvöldum og þá erum við að vinna að fullta málum eins og Sola hefur staðist alveg frábærlega varðandi févítin og verið að ryðja því máli fram og áfram og hún kemur náttúrulega líka inn á punkt sem að snýr að því að við erum með lýðræðislega kjörið Alþingi og svo ríkisstjórn og það eru líka aðilar sem að láta heldur ekki segjast, þau taka sér ákveðið umboð frá kjósendum þessa lands sem eru mikið til sama fólkið og byggir upp stéttarfélögin
og eru í ekkert ósvipuðu umboði og við forystufólki í verkalýðshreyfingunni, þar við sækjum okkur umboð hjá nánast sama fólki og þannig að þetta snúið þegar við erum búin að gera kjarasamning eins og til dæmis lífskjarasamningin. Við náðum inn sko atriðu sem að ég held að þessi samningur verði svona í sögulegu samhengi verið talin nokkuð merkilegur og sögulegur að því leytinu til að það komi mjög mörg atriði frá stjórnvöldum sem að við erum núna fullu að vinna eftir í að reyna að fá stjórnvöld til þess að efna. Meðal annars févítin, málefni snúa verðtryggingunni, fullt af svona þjóðþrifamálum sem að geta skipt framtíða kynslóðar alveg gríðarlegu máli að séu til staðar í okkar samfélagi til þess að verja eða þú veist ef við viljum nota það orð eða allavega að gera samfélagið réttlátara og betra til framtíðar. En sko núna til dæmis það ljóst að atvinnuleysi eykst núna í COVID og á eftir að aukast meira. Það eru fleiri og fleiri sem eiga eftir að sko bara horfast í augu við fátækt, missa húsnæði sín og allt þetta. Allar þessar hræðilegu afleiðingar sem af því hljótast og og þá spurningin, ætlið þið ennþá að vera þarna í hlutverki þeirra sko, við erum að tala stjórnvöld og við erum að tala eins og Sólveig sagði, nýfrjálshyggjuna og forræðisstéttirnar sem að taka til sín svo mikið meðan aðrir verða þá eftir sem að eiga minna. Og þetta verður sennilega söngurinn áfram að það verður þannig að þetta verður erfitt fyrir þá sem verst hafa það. Ætlið þið ennþá að vera í þeirri stöðu að vera bara svona kannski umsögnaraðili ef stjórnvöldum dettur það í hug eða ekki ef að stjórnvöld segir bara nei, við ætlum að skrifa nefndum afkomu launafólks vegna COVID og þið verðið ekki með, þið megið skila inn umsögn. Ragnar. Ef maður kannski taka boltan. Þá kannski varpa ég þessari spurningu aftur fram. Hvað í ósköpunum leggur til að við gerum til að mynda þegar við horfum á niðurstöður skoðanakannana á meðan stjórnvöld hafa nánast ekkert gert nema að moka milljarða hundruðum inn í atvinnulífið til þess að hlífa til dæmis hlutum eða koma nýtt sem að hefðu til dæmis geta komið nýtt hlutafélag nýtt hlutafélag inn í fyrirtæki meðal annars tekið af gróða síðustu ára og meðan þetta er saman að gerast þá eru skoðanakannanir og þar sem að stjórnarflokkarnir nánast halda velli og aðrir flokkar sem eru ekki líklegir eða beinlínis líklegir til þess að breyta nokkuð sköpuðum hlut eru að taka við. Og ef við tökum bara kannanirnar og hvernig það endurspegla virðist vera vilja þjóðarinnar, þá hlýtur að gera það grein fyrir því hver staða okkar í því að reyna að hrífa fólki með okkur í einhverja raunverulega baráttu. Og það hlýtur átt að því líka að þegar við skrifum út í kjarasamning að þá erum við búin að reyna koma okkur í þá stöðu að við erum ekki með í sjálfum sér þannig samningsstöðu að geta til dæmis farið í verkföll. Við getum ekki farið niður á Austurvöll og mótmælt eða búið til mótmæla út af COVID. Ef þú ert með betri hugmynd eða einhverja hugmynd það hvernig við getum náð til fólksins með einhverjum öðrum hætti heldur við hefur reynt að gera, þá ég alveg tilbúin til að hlusta. En miðað við hvernig skoðanakannir eru og hvernig viðhorf fólks almennt til stjórnmálana, að þá sko í sjálfu sér útlitið ekki bjart fyrir okkur í að koma einhverjum raunverulegum breytingum á í þessu samfélagi. Kannski vantar öflugri valkost fyrir fólk að velja inn á þing. En mér sýnir svona á öllu eins og staðan akkurat núna, útlitið ekki vera sérstaklega bjart. Og það sem við erum að gera núna til þess að grípa fólki sem að minnast á, sem að lenda núna strípuðum atvinnuleysisbótum eftir einhverja mánuð og einhver misseri, við lenda í bullandi vandræðum og mun sér að velja milli þess að greiða reikninga eða kaupa í matinn, að þá höfum við verið að vinna okkar. Við erum búin að teikna úrræði. Það engin annar að gera þetta. Það ekki stjórnvöld. Við höfum verið að vinna úrræði sem að ekki bara grípa fólkið, heldur kemur í veg fyrir að við förum að sjá atburðarás sem að varð hér eins og eftir hrun þegar fólk lenti í stórkostlegu skuldavanda, misti heimili sín, var hent út úr leiguhúsnæði og lenti á rakhólum, þúsundir einstaklinga og fjölskyldna og við höfum ekki ennþá bitið nálina með að í sjálfu sér grípa þessa hópa ennþá sem að margir hverjir hafa aldrei borið þess bætur.
Við erum að reyna allt sem við getum. Má ég spyrja, sko, þú varst að tala það Ragnar Þóra og segja, ok, ef þú hefur einhverja betri hugmynd og þá ég svona að velta fyrir mér, sko, eins og þið tvö sem að ég vil meina að séu vonarstjörnur í verkalýðshreyfingunni í dag, það mín skoðun, ég ekkert að segja fyrir neina aðra, það mín skoðun, að nú eru þið með sko 70.000 menn, ég veit að 70.000 manns í ykkar félögum samanlagt, ég veit að þetta eru innan ýmsu sko hópar sem hafa kannski ekki alveg sömu hagsmuni, en enga síður þá virðist manni vera sú skoðun upp í þjóðfélaginu að flestir eigi að geta lifað góðu lífi, sko, og flestir þurfa ekki að búa við fátækt þrátt fyrir COVID og svo framvegis, þannig maður getur ímyndað sér nokkuð góður stuðningur við því að fólk lendi ekki í fátækt og atvinnuleysi og sem afleiðing af atvinnuleysinu og svo framvegis, ekki Sólveig, ekki hægt að virkja meira þennan 70.000 manna hóp til þess að krefjast svona athafna til að gera stöðu launafólks sterkari gagnvart stjórnvöld? Ég ætla nú bara að fá að rifja upp nýliðna atburðarás þar sem að við stóðum í vegi fyrir því og komum í veg fyrir það að samtök atvinnulífsins segðu upp kjarasamningum og hefðu af fólki hækkanirnar sem eiga að koma núna í janúar. Þetta að mínu viti var afskaplega mikilvægt og það kannski erfitt fyrir fólk að átta sig á því að þetta krafðist mikillar staðfestu. Það var mjög mikil pressa, mjög einbeitt, auðvitað bæði í fjölmiðlum þar sem allir hljóta nú að hafa tekið eftir því, en pressan auðvitað ekki bara þar, hún beinist með öðrum hætti. Það var mjög einbeittur vilji hjá atvinnurekendum, hjá í það minnsta mjög valdamiklum hópi innan samtaka atvinnulífsins að knýja þetta í gegn. Og það var vilji innan raða stjórnmálafólks til þess að þetta myndi gerast vegna þess að ef þetta hefði náð fram að ganga þá hefðu opinberir atvinnurekendur jafnframt geta sagt upp samningum og með því komið í veg fyrir að til dæmis leiðréttingarnar sem að við fórum í verkfall til þess að ná í gegn hefðu náð fram að ganga á þeim tímapunkti sem að þær eiga að gera það. Þetta gerðum við náttúrulega af margvíslegum ástæðum. Mín afstaða var sú og ég kom henni mjög skýrt og greinilega á framfæri að ég hefði enga heimild til þess að rifta kjarasamningi sem að ég hefði skrifað undir og sem að hefði farið í kosningu hjá mínum félagsmönnum. Ef að slíkt á að gerast þá þarf það bara að fara aftur í kosningu. Ég jafnframt hélt því mjög staðfastlega fram þar sem ég hefði tækifæri til að ekkert væri heimskulegra og meira sabotas í jafn alvarlegri efnahagskreppu og nú ríkir heldur en að fara að skerða kjör fólksins sem hefur minnst á milli handanna og eyðir öllum sínum krónum bara í sínu nærumhverfi og leggur sannarlega þar með sitt að mörkum til þess að knýja hér áfram hagvöxt og hjól atvinnulífsins og svo framvegis. Mér langar aðeins að grípa inn að sko við skulum aðeins halda okkur við núið og framtíðina. Já, ég ætla þá bara samt aðeins að fá að halda áfram með þetta, það er bara mjög mikilvægt vegna þess að hér er bara sífellt endurtekin spurningin það hvað ég og Ragnar ætlum að gera við ýmist 200.000 manna herinn sem við leiðum eða 70.000 manna herinn sem við leiðum. Ég er með hóp félagsmanna sem er það bil frá svona 27.000 upp í 30.000 fyrir auðvitað minnkandi núna sökum þess að mikið atvinnuleysi ríkir. Af þeim hópi er helmingur félagsmanna af erlendum uppruna. Minn félagsmannahópur stendur fyrir fram í stórkostlegu atvinnuleysi núna. Við erum í markvissri baráttu til þess til dæmis að knýja það að atvinnuleysisbætur verði hækkaðar. Við erum nýbúin að ljúka þessari baráttu að tryggja
tryggja það að lífskjarasamningurinn haldi og þær hækkanir sem að samið var í honum standi, þrátt fyrir, eins og ég reyndi hér að lýsa, að það hafi bara tekið bara gríðarlega tíma og orku. Ég í það minnsta hef lítið annað gert síðustu 2,5 ár heldur en að taka bara basically alla slagi sem að hafa einhvern veginn komið, poppað upp fyrir fram að mig. Ég hef jafnframt reynt að hafa mjög góð og mikil samskipti við mína félagsmenn og sótt til þeirra umboð fyrir því sem ég að gera með mjög markvissum og miklum hætti. Ég bara... En spurningin líka kannski hjá mig núna, þetta gott að fá þetta allt saman, en spurningin núna hjá mér, sambandi við veturinn og COVID, sko, það alveg viðbúið að stjórnvöld muni taka ákvarðanir sem algjörlega þvert á hagsmuni ykkar umbjóðenda, algjörlega. Og það spurning hvað ætli að ganga langt til þess að verja sem sagt hagsmuni ykkar hópa núna í vetur. Hversu langt ætli að ganga? Ég bara aftur að segja bara að mér finnst eitthvað svona vanta í konteksti. Ég áttum ekki alveg á því hvað ég verið að spyrja með. Eins og Ragnar var að benda áðan, þá náttúrulega meðan að kjarasamningar halda erum við undir friðarskyldu. Við sem að störfum inn í verkalýðshreyfingunni, hvort sem að fólki líkar betur eða verð, störfum eftir afskaplega ströngum lagaramma, þannig að við getum, barist og tekið slagi sem við sannarlega gerum. Við getum agitera fyrir því að hagsmunum okkar félagsfólks sé sinnt. Sem við sannarlega gerum á hverjum einasta degi. Við getum pressað á stjórnvöld að standa við þau loforð sem að þau hafa sannarlega gefið. Við getum og erum á hverjum einasta degi að velta fyrir okkur þeim vandamálum sem okkar félagsmenn standa frammi fyrir og sem að við stöndum frammi fyrir í ljósi þess ástand sem að Ragnar var hér að lýsa, að til dæmis ekki hægt að nýta svona hinn hefðbundnari tól baráttunar eins og að kalla saman mótmælafundi, hittast, móbilisera með hætti sem að hefur verið hægt að gera bara áður í gjörvatri mannkynssögunni svona að mestu. Þannig að ég myndi vilja svona kannski áður en að þú heldur svona áfram einhvern veginn að spyrja svona hvað við ætlum að gera. Við Ragnar erum hér bæði búin að vera að reyna svona að lýsa því með bara mjög svona heiðarlegum og heiðarlegum hætti hvað við erum að gera. Þannig að ég svona vant eitthvað svona kontekst þess að ég geti þá svarað þér með þeim hætti að þú kannski svona sért eitthvað svona búin að fá skýrari mynd af því sem ræðir. Já, ég skil, þú bara náttúrulega svarar eins vel og þú getur, það er ekkert öðruvísi og ég bara spyr eins vel og ég reyna að gera mitt besta líka hér. Ég náttúrulega, kannski, mér finnst ég svolítið svona málsvari hópa og nú kannski langar mig að fara frá atvinnulausum og yfir í öryrkja og fátækt eftirlínafólk. Það hefur komið svona nýr tónn með ykkur tveimur að einmitt að taka þessa hópa líka inn í ykkar baráttu. Þetta fólk sem hefur oft dottið út af vinnumarkaði eins og öryrkjarnir, út af bara þrælari og vinnumarkaði og svo náttúrulega eftirlaunafólk sem fátækt að það náttúrulega að koma af vinnumarkaði. Ragnar, hvernig sérðu fyrir þér að þitt félag og verkalýðshreyfingin bara í heild geti tekið að sér meira þessa hópa? Fyrir að fyrsta var allavega mín upplifun á hreyfingunni var almennt séð sú að félagsskapur eldri borgara sá bara sig sjálfur og öryrkjabandalagið sá sig sjálft og mín upplifun var það þegar ég kem inn í hreyfinguna að einhverju viti 2009 inn í stjórn VR að öryrkjar og eldri borgarar voru svona mörguleyti bara litnir hornauga, sérstaklega öryrkjarnir. Og þetta kannski eitthvað sem að við snúum þessu svo sem ekki alveg í einu vettvangi, en viðhorfið hefur breyst alveg svakalega. Við höfum verið mjög dugleg, ekki bara Alþýðusambandið, heldur líka BSRB. Við höfum verið að
Já, það vorum að samþykkja ályktun bara strax í dag, þannig að viðhorf verkalýðshreyfingarinnar hefur gjörbreyst gagnvart þessum hópum og við sem betur fer erum orðnir myndi ég segja, mjög þéttir bandamenn í dag og ætlum að vera það áfram. Það sem að við höfum verið að gera að Efling hefur verið að vinna mjög ítarlega úttektir varðandi skerðingarnar. Við erum til dæmis erum að fjármagna málsókn Gráa hersins út af skerðingunum og ellilífeyrinum. Þannig að það var að frumkvæði okkar í VR að það var að Grái herinn hafði möguleika á að fara í þá vegferð í málsóknina og svo framvegis og hafa fleiri komið síðan þar að og já, þannig að við höfum verið að máta okkur saman með þessu samtökum, hvernig við getum unnið betur og þéttar saman í að verja hagsmuni þessara hópa. Já, þetta er mjög áhugavert og mikið gleðiefni og enda ekki kannski vanþörf á. En nú komið þið svolítið baráttuglöð inn í hreyfinguna, bæði tvö. Og hafið sýnt það. En þið komið hins vegar inn í stofnun sem er svona rótgróin verkalýðshreyfingin eins og hún var áður en að þið komið til sögunar. Hvernig gengur ykkur að vinna með gamla fyrirkomulaginu, fólkinu sem var svona tilheyrði gömlum tíma í verkalýðshreyfingunni og svo sannarlega ennþá þarna? Sólveig. Heyrðu í mér? Já. Ok, gott. Ég held að headphone-in hefði einhvern veginn dottið út. Við þetta náttúrulega, annars vegar kem ég inn sem formaður ásamt félögum mínum inn í risastórt og mjög innan hreyfingarinnar svona valdamikið félag sem bara mjög valdamikið sökum stærðarinnar með stóra skrifstofu sem að sinna mjög stórum hópi félagsmanna. Þannig að þar höfum við náttúrulega mikið tækifæri sem að við höfum sannarlega nýtt til þess að breyta, stokka upp, gera hluti sem að hefði fyrir löngu átt að vera búið að gera og sú vinna hún bara ennþá í fullum gangi og mun bara halda áfram langt skeið í viðbót. Svo erum við náttúrulega starfandi inn í þessari stóru hreyfingu, Alþýðusambandinu. Og þar bara eins og ég var svona eitthvað að reyna að lýsa áðan náttúrulega afskaplega fjölbreyttur hópur sem að fer fyrir rosalega fjölmennum margsamansettum hópi alls konar fólks. Þannig að sú vinna bara með allt öðrum hætti. Þar eru líka bara hierarkíur og þar jafnframt gengið til kosninga. Þar velst fólk inn sem að gefur kost á sér eða kemur inn bara sem formenn félaga og svo hefst þar vinna innan þá miðstjórnar og innan nefnda og svo framvegis við að móta stefnur sem að samþykki næst þá að unnið sé eftir innan miðstjórnar Alþýðusambandsins, innan samninganefndar Alþýðusambandsins og svo framvegis. Forseti Alþýðusambandsins hefur svo það hlutverk að vera í samskiptum við stjórnvöld og við forsvarsmenn atvinnurekenda. Það gengur auðvitað bara á ýmsu og það gerist ýmislegt og fyrir þau sem að hafa raunverulegan áhuga á verkalýðsbaráttu og hafa verið að fylgjast með, þá hefur náttúrulega verið frekar augljóst að fólk hefur verið ósammála ýmsa hluti og það hefur verið tekist á hlutina. Þannig að þegar fólk svona horfir á það, þá hlýtur það að vera augljóst að þetta bara flókið. Það flókið að vera inn í svona stóri hreyfingu. Það flókið að reyna að
komast að niðurstöðum. Það flókið að vera að berjast á mörgum vígstöðum í einu eins og þarf oft að gera. Þar sem að til dæmis ef ég bara tek Eflingu sem dæmi af því að það það bara nærtækast, ég get þá í það minnsta talað það af einhvers konar þekkingu, þá erum við að berjast mjög aktíft fyrir hagsmunum okkar félagsfólks og við viljum auðvitað að okkar áherslur og okkar baráttu aðferðir séu þær sem að nái fram að ganga og séu svona þær sem að séu notaðar, en við þurfum auðvitað að sætta okkur við það að við getum ekki tekið okkur eitthvað alræðisvald, við vinnum inn í fyrirbæri sem að fer eftir sínum eigin lýðræðislegu leikreglum og svo framvegis. Þannig að það gefur auðvitað bara augaleið að málamiðlanir eiga sér stað og svo gerist það líka að málamiðlanir nást ekki og fólk bara einfaldlega ósammála atriði, stundum atriði sem að skipta kannski ekki svo miklu máli en stundum grundvallaratriði eins og til dæmis gerðist þegar að ákveðið var að falla frá félagsdómsmáli gagnvart Icelandair. Þar ég get náttúrulega ekki sagt að miðstjórn hafi klofnað því að ég var eina manneskjan þar inni sem að vildi bara alls ekki gera þetta og greiddi atkvæði gagnvart þessu og ég lét ekki þar við setja og stjórn Eflingar heldur fórum við opinberlega með þetta og gagnrýndum forystuna þarna bara hátt og snjallt en svo heldur þetta bara lífið áfram, svo taka við önnur mál sem að þarf að leysa úr og ég reyni bara eftir bestu getu að vega og meta eftir að eiga í hinu upplýsta og góða samtali við stjórn og svo framvegis hvað sé réttast að gera, hvenar málamiðlanir skuli eiga sér stað og hvenar þeir eigi ekki eiga sér stað og ef að við bara svona horfum líka aðeins tilbaka þó þú viljir frekar horfa fram á við þá gagnast það bara yfirleitt fyrir fólk sem ætlar að analýsera hlutina, að skoða fortíðina til þess að átta sig á því hvað framtíðin geti svona borið með sér í lífskjarasamnings á þeim vetri þá vorum við náttúrulega í stóru samfloti með öllum starfsgreinasambandsfélögunum en svo kom að því að leiðir skildu vegna þess að bara aðferðafræðin og svo framvegis var ólík en svo kemur fólk kannski saman seinna meir í öðrum málum en aftur gerðist það þó núna síðasta vetur að leiðir með Eflingu og öðrum félögum innan starfsgreinasambandsins skildu sökum áherslumunnar og svona aðferðafræðin var með öðrum hætti, nálgunin var með öðrum hætti. Þannig að þetta náttúrulega bara svona stöðug vinna sem á sér stað, stöðugt mat sem á sér stað, hvernig förum við fram, hvenar viljum við setja svona þar sem við erum ósátt við í svona fari hvors annars til hliðar og stíga saminu fram og hvenar einfaldlega getum við það ekki og þurfum bara að berjast líka innan okkar eigin raða. Þetta bara partur af því að operera, lifa og starfa í flóknu umhverfi sem að þó vill og á að fara eftir leikreglum lýðræðisins. Já, þetta var fróðlegt einmitt að fá útskýring á þessu, en Ragnar, ég ætla að segja aðeins, spyrja þér svona svipara spurninga. Það var svolítið svona fjaðrafok eiginlega, skulum við segja, þegar að þú varst kjörin formaður og hvernig hefur þið verið tekið, hvernig hefur þið liðið í vinninni, svona gagnvart því að hafa kannski einhvers konar hópað þarna á móti þér? Þegar ég náði kjör á sínum tíma þá var ég þeirri stöðu að ég býð mig sjálfsög fram, ég ekkert með einhverja með mér í stjórninni sem að fara með mér þarna inn eins og var þegar við fórum í hallabyltinguna 2009 og já, ég næ kjöri og sem sagt var búin að vera svolítið einn á móti öllum í stjórninni eða svona oftar en ekki
og þetta hefur verið töluvert mikil áskorun, en sem betur fer þá var í sjálfu sér skrifstofan, myndi ég segja. Hún var búin að ganga svolítið í gegnum það sem að Solla fekk í fangi þegar hún kemur inn í svona ný og öflug og fersk og inn í svona rótgróna klíku. Það sem að í sjálfu sér, það sem að tekur við er bara ekkert nema svona hostile umhverfi. Það sem að starfsfólk var jafnvel að beita sér kerfisbundið í kosningum og svo framvegis. Þetta bara nákvæmlega sama og gerðist 2009 þegar þetta var orðið svona hálfgert fjölskyldufyrirtæki. Vaffer og þú veist, og allir rosalega nánir og þeir sem að vildu komast inn voru bara að skipta sér freklega af einhverju sem kom þeim bara hreinlega ekki við. Þetta hafði rauninni verið þannig að koma inn í skrifstofu umhverfið eftir allan þennan tíma, eftir að hafa setið í stjórn í 8 ár og var held ég 4. eða 50 formaðurinn á einhverju jafnlöngum tíma og 50 formaðurinn, já, 50 og sem sagt að þá kemur maður inn í þetta skrifstofuumhverfi þar sem að rauninni mann bara tekið fagnandi og þú veist frá fyrsta degi var þetta algjörlega frábært og algjörlega æðislegur vinnustaður, mannauðurinn alveg fyrsta flokks og ekkert út af það að setja. En hins vegar var mesta áskorunin lá í því að, og það var kannski svona mesta pólitíkin, og það var innan stjórnarstarfsins. Niðurstaðan kom öllum á óvart, en sem betur fer var svona megin þorri stjórnarmanna í VR á þessum tíma, allavega það þroskaður að taka þessari niðurstöðu mjög alvarlega, lesa í þetta sem vilja félagsmanna á breytingar og ákváðu og tóku ákvörðun að vinna með niðurstöðuna fyrst og fremst og vilja félagsmanna í staðinn fyrir einhvern svona persónuleg illvild eða eitthvað slíkt. Þannig að það tók tíma og þetta hefur verið lærdómsríkt. Í dag þá stendur stjórnin, þó við séum ekki alltaf sammála, það sjálfsögðu ekki, 15 manna stjórn, það er ekki alltaf allir sammála, að við vinnum sem ein heild og þetta er ofboðslega gott umhverfi og við finnst þetta alveg meira áttar gaman og ég elska þetta starf út og inn og en síðan aftur á móti að koma inn í alþýðusambandsumhverfi þar sem að svona af svona ákveðinni klíku í kringum fyrri forystu, að þar er kannski svolítið önnur saga. Þar er svona þessi persónulega illkvittni ennþá til staðar og svona hlutir sem að einhvern veginn hafa gert það verkum. Ég hef ekki haft mikinn áhuga að starfa mikið á þessu vettvangi. En sökum þess hvernig staðan er í þjóðfélaginu og líka það að stundum þarf maður að taka skref aftur á bak og og ég hef alveg skrápinn í það að vera innan fólk sem vill ekkert með mig hafa og finnst eitthvað og setur hlutun upp mjög persónulega, að þá þarf maður bara að bíta á jaxlinn og taka því og reyna að ná góðu nætursvefn og eftir. Þannig að þetta er eins og þetta er miklu kannski eins og Solla lýsir að þetta er flókið umhverfi og þó að sé ekki allir sammála því sem að ég hef verið að gera eða Solla eða það er ekki það með sagt að þau hafi ekki rétt fyrir sig líka eða sem rétt að hafa sína skoðanir. En þetta er eins og þetta er ekkert öðruvísi heldur en kannski bara pólitík almennt að það getur oft verið margir hnífar á lofti. Nákvæmlega. Nú langar mig að fá ykkur til þess 3 mínútur hvort og ég verð hörð á klukkunni að koma með skilaboð til launafólks núna á þessum erfiðu tímum. Sólveig, hver eru þín skilaboð til launafólks núna á 3 mínútum?
Ég ætla þá að tala til verka og láglaunafólks. Ég meina, þetta náttúrulega hrikalegi tímar, þannig að mín skilaboð hljóta náttúrulega bara vera sú að ég vona sannarlega að við getum staðið saman í gegnum þessa hrikalegu baráttu sem að við nú erum í. Ég vona að við getum knúið á það að atvinnuleysisbætur verði hækkaðar verulega og jafnframt að hér verði farið í atvinnuskapandi innviða uppbyggingu, að sú svona hugmyndafræðilega tregða og hugmyndafræðilega andúð sem að því miður enn við völd innan fjármálaráðuneytisins og innan svona valdamestu stofnana íslensks samfélag við það að gera bara það sem þarf að gera, sem að byggja hér upp bara gott, réttlætt velferðarsamfélag þar sem að fólk hefur atvinnu sem að það fær laun fyrir, sem að það getur lifað af. Ef að við getum ekki knúið á það núna í vetur að þetta gerist, þá hef ég náttúrulega bara miklar áhyggjur af því sem koma skal. Þannig að mín skilaboð eru bara þessi: já, þetta er hrikalega erfitt, þetta eru óbærilega erfiðir tímar, þetta er stórkostlegt áfall sem að hér hefur dunið á okkur. Það er engin því miður, engin einhver endir í sjónmáli. Við stöndum í stórkostlega erfiðri baráttu við hagsmunaöfl sem að líta svo á að þau eigi þetta land og allt fólkið á því, allar auðlindir, alla innviði til þess að fara með eins og þeim sýnist. Þannig að við þurfum eftir bestu getu að sýna þeim fram á það að svo sé ekki. Og þetta er ekki auðveld barátta en hún er sannarlega lífsnauðsynleg. Takk fyrir, Sólveig. Og Ragnar, 3 mínútur eins og Sólveig. Já, það sem þau skilaboð sem við þurfum, og ég vil senda frá mér fyrst og fremst, er það að við veit það, og ég tala fyrir Sólveigu líka, að við munum vaða á eld og brennistein fyrir okkar félagsmenn og almenning í landinu við að við munum ekki vera leitt úr þessari niðursveiflu eða þessi hruni eða þessu ástandi með því að skipta þessari margfrægu köku þannig að útvöld valin sérhagsmunaöfl munu nánast hirða allt til sín á meðan við munum síðan setja eftir með ekkert nema skuldir og síðan sárt ennið. Við munum berjast fyrir því og erum að gera það bara nú þegar, að fyrir úrræðum sem að snúa bæði að afkomu öryggi okkar félagsmanna, alveg sama hvar þeir eru, sem að snýra því að við munum takast á þennan vanda sem framfærsluvanda en ekki hleypa þessu þannig að fjármálakerfið fái opið veiðileyfi eins og var hér eftir bankahrunið til þess að ráðast gegn fólki, hafa því eignir og aðleiguna og skilja það eftir á götunni allslaust. Það er eitthvað sem ég get sagt og fullvissa fólkum að muni ekki gerast á minni vakt. Sem betur fer, eins og sé, höfum við til þess mörg vopn. Við höfum samstöðuna fyrst og fremst innan okkar raða og samtakamátturinn, þó við höfum ekki samningsstöðu beina þar sem að kjarasamningar halda. Við höfum ekki verkfallsréttinn en við höfum mörg önnur tól og tæki, meðal annars getum við beitt lífeyrissjóðunum, kröftum okkar þar til þess að sjá til þess að hér verði ekki farið í einhverja uppbyggingu eða fjáraustri inn í atvinnulífið öðruvísi en það verður séð fólkið í leiðinni. Já, þakka kærlega fyrir Ragnar og Sólveig. Þetta var mjög fróðlegur þáttur og ákaflega upplýsandi og gott að fá okkur í þennan þátt og og sem ég segi enn og aftur takk fyrir.
Nú, þessi þáttur, Kaffistofan, verður áfram á dagskrá einu sinni í viku á 50 á sama tíma. Nú á morgun, föstudag, eru þættir hér á Samstöðinni. Það Öryrkjaráðið sem verður klukkan 3 og Hin Reykjavík klukkan 5 og svo Rauðaborðið klukkan 8. Alla þessa þætti hægt að sjá á Facebook síðu Samstöðvarinnar sem heitir bara Samstöðin, á vef síðu Samstöðvarinnar, samstöðin.is og einnig á YouTube. Og þeir sem ekki geta hort beint, þeir geta bara hort hvernig sem á þessum vefsíðum og á Facebook. Ég ætla bara að þakka fyrir mig í dag. Ég heiti Katrín Baldursdóttir og öllum líkindum að þá mun ég stjórna næsta 50 þætti líka. Og takk fyrir í kvöld. Verið sæl.